Hvernig svona, við byrjum bara, hvernig leið þér að fara af stað í dag? Svona var spennustigið hátt eða? Það var hátt en það var ekkert öðruvísi en á öðru stigi. Þetta í rauninni, ég búinn að ná ágætum tökum á því að halda þessu svona í jöfnum spennustiginu. Það var sama spennustig, smá svona stress á fyrsta tegi og svona auka einbeiting að fókusa á réttu hlutina. En að öðru leyti bara sama rútína, allt eins. En þú ert 2 yfir par og það er náttúrulega fyrsti dagur á mörgum en þú skildir kannski eftir nokkra fugla þarna hér og þar eins og alltaf. Já, algjörlega og hvað þá bara aula bókin sem ég var að fá. Ég var að slá mig í erfiðar stöður, erfitt röffið er svolítið erfitt. Af því að hann býður alltaf upp á flyer og ég náði bara enga veginn að reikna út hvort að það kæmi eða ekki. Var að taka meðal annars lægri kilfur og fá það engan flyer eða reyna að reikna þetta einhvern veginn út og það einhvern veginn mislukkaðist allt. Komin 3 yfir eftir 5. Þannig að ég í rauninni ef það má taka eitthvað gott frá hringnum það var það að halda smá haus þar og halda áfram að berjast Mér fannst svona mómenti vera að koma með mér á 11 ég set birdie á par 5-inu þar og svo slæ ég át eftir það eða þess að fara aftur upp á teig sem að svona dró mómenti aðeins frá mér aftur en náði einu birdie í lokin og kom því úr 3 yfir í 2 og eins og ég segi, ég er ekkert bila stressaður yfir stöðunni. Ég var 2 yfir eftir einn hring í síðasta móti og 4 yfir eftir 2. Þannig ég veit alveg og hef sýnt að það er alveg hægt að koma tilbaka frá svoleiðis stöðu. En vissulega verður bara mikilvægt að reyna að koma sér sem fyrst niður á parið á morgun og jafnvel skafa nokkra af því Það er nóg eftir. Það er nóg eftir, algjörlega. Við hlökkum til að fylgjast með þér. Já, takk.